Hæ, ég heiti Selma Og ég heiti Kristján. og við ætlum að gera bilskiptatíðnitöflu og finna svo meðaltal, staðalfrávik, fráviksstöðvar og miðgildi. Ok, Og svo gera sólrit út af því. já, ok. Við ætlum að finna miðpunktinn. Þá ætlum við að hugsa þannig að sé 1 + 10 deilt með 2 sem er 5,5 og svo þetta sem er 15,5. 15,5 og svo getur maður dregið svona og gert svona. Ok, svo, já, Síðan ætlaðu að gera f sinum x. Þá gerum við bara fjöldan hérna sem er 20 og gerum sinnum og miðpunktinn. þá miðpunktinn. Eftir það þá getum við bara dregið niður. Þá er þetta komið. Síðan veljum við þennan reitt hér og gerum svo átasum og þá er f sinum x komið. Ok, svo ætlum við að gera hérna að taka f-ið sinnum sviga miðpunktinn mínus meðaltal Já, sem við erum eftir að finna. Ok, ups. Ok, við ætlum að finna meðaltal fyrst. Þá er það svona og hérna, það er f sinum x. já, Deilt þessi deilt með deilt með fjöldanum, heildina af því, svona. Ok, svo ætlum við að fara aftur hingað og gera f sinnum sviga miðpunktinn mínus meðaltal og þetta hér svona skrýtna u-ið er meðaltal og svona og svo nú kann ég ekki að gera þetta. Það gerir svona Já. og svo 2. Deilt með 2. Nei, þetta Þetta ekki deilt? er annað veldi. Já, já, það. En við þurfum að festa gildið Já. á meðaltalinu. Þannig sé þetta draga þetta mikilvægt. niður. Nú gerði þetta ekki. Svona. Þetta er komið. Og núna getum við dregið niður Og finna og getum svo heildarsumuna. átasum. Þetta er komið. Ok. Og núna erum við komin í f sinnum abs sviga x mínus meðaltal. Þá gerum við bara jafnt og finnum f-ið sinnum Svo fara upp í fx. fx og velur abs. Og Síðan getur bara valið x-ið sem er 5,5 mínus mínus Meðaltal. meðaltal og svo loka sviðanum. Já, það þarf ekki að skrifa sviga. Það er sviga hana. Ok, Og festa gildi. og festa gildið á meðaltalinu. Og draga niður. Dregið niður og þá er Átasam. þetta komið. Svo förum við í staðalfrávik. Það er þá þá förum við upp í fx og finnum sqrt svona og þá er það heildarsumuna af þessu held ég deilt með sviga og heildarsumuna af fjöldanum mínus 1 og loka sviganum svona. Ok, Ok, núna erum við komin í meðalfrávik og það er þá jafnt og þessi heildarsumma deilt með fjöldanum heildarsummuna af fjöldanum og þá er það komið. ok.
fráviks hlutfall. Það er síma, tölvadeyja. Þá gerir maður svona og velur staðalfrávik deilt með meðaltal. Svona. Ok. Svo ætlum við fyrir meðgildi. Við vorum búin að finna út hvar helmingin væri og hún var hér sem gerir það 50 og það vantar 12 upp á eins og sést hérna í summuna. Þannig við gerum hérna í m-inu, þá gerum við 12. Síðan er alltaf að finna ellið sem er þá 0,5 minna en hérna bilið. 20,5. 20,5. Og í bilinu er auðvitað að sjá, þá er ég pluss 0,5 á hérna 30 og mínus þá er 20,5. Bilið væri þá 10. Og svo f-ið væri bara fjöldinn sem er 18. Og þá getum við gert hérna og L pluss M við myndum bara taka svo f sinnum svegi f deilt með ég myndi úr B. b. Nei. Já. En við þurfum að skipta þessu. Hvað? Við þurfum að setja b neðst. Smá hérna við sem b. Hana? Já, og svo efst 18 f og 10. Þá fáum við rétta svarið. Pluss þetta sinnum svega 10 til með loka svega og svo kom meðgildi. Þá gerum við súluritið, þá drögum við bara yfir hérna, þessar hérna töflur, förum í insert og veljum þennan hérna reitt, getum valið annað kort, við vildum bara 3D. Ok, svo ætlum við að gera þetta svolítið flott, hafa þetta vel vandað, svona. Það er mikilvægt það. Og svo tvíklikum, hægri klikkar og ítum á add date labels. Þá kemur svo flott hérna tala hérna sem er tíðnin. Ok, svo förum við hérna upp í add chart element og gerum primary horizontal og við ætlum að skrifa bil þannig uppi hérna bil svona og förum hingað í primary horizontal eitthvað og skrifum hérna fjöldi. Já. Fjöldi. Ok, svo ætlum við að finna eitthvað skemmtilegt hérna uppi. Mér finnst, já, þetta er mjög flott. Já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.